Að minnsta kosti 600 Íslendingar eru tengdir 800 aflandsfélögum. Líkur eru á því að þeir séu fleiri, segir ritstjóri Reykjavík Media. Meira en 100 fjölmiðlar í 80 löndum fjalla gagnalekan frá Mossack Fonseca sem sá stærsti í sögunni. Nýjustu gögnin eru frá desember í fyrra en þau elstu frá 1977. 370 blaðamenn hafa unnið úr gögnunum undanfarið ár. Í þeim að finna meir en 11 milljónir skjala, tölvupósta og stofnskjala aflandsfélaga. Þar má meðal annars finna trúnaðar upplýsingar yfir 214.000 aflandsfélög í 200 löndum og skattaskjólum víða heim. Gögnin bárust til Süddeutsche Zeitung, stærsta dagblaðs Þýskalands, sem fór með þau áfram til alþjóðasamtaka rannsóknarblaðamanna, ECEJ. Ísland með það stórar fréttir í þessum leik að alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna hafa samband mig að því ég hef tengst samtökunum dálítið skeið, þannig að það eru 10 mánuðir síðan ég fór að fara í gegnum þessu gögn úr þessum leika. Alþjóðlegt birtingarbann var til klukkan 6 í kvöld á þeim gögnum sem voru til umfjöllunar í Kastljósi. Jóhannes segir að alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna hafi ekki gefið leyfi til að birta gögnin í heild sinni. Það eru fréttir í hverju landi fyrir sig. Þetta stærsti leik í sögunar og það eru allir miðlarnir í samráði við alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna sem taka þessa ákvörðun að á þessum degi, þegar allir hafa fengið ráðrúm til þess að vinna úr gögnunum og koma með svona ákveðið plan það hvernig þau verði birt, fréttirnar úr þeim. Þegar sé búið að finna 800 aflandsfélög sem tengjast 600 Íslendingum. Án eða eru fleiri fyrirtæki og einstaklingar þarna í þessum gögnum, en upplýsingarnar sem eru þarna sem við höfum fundið sem tengjast Íslandi eru mjög sláandi sumar hverjar. Við höfum fundið lánasamninga á milli félaga og einstaklinga upp á 10 milljarða. Við erum með aðgang á tölvupóstum og vegabréfum og mjög ítarlegum upplýsingum það hvað gerðist að tjalda baki í þessum aflandseyja business sem var stundaður hérna á árunum fyrir hrun, í hruninu og svo eftir hrun. Jóhannes segir örugt að erlendir fjölmiðlar muni fjalla mikið þátt Íslands í málinu, bæði vegna tengsla ráðherranna við aflandsfélög og svo fjölda aflandsfélaga miðað við höfðatölu. Wir haben in Deutschland keinen richtigen Politiker gefunden, nur als Vergleich. Und erst recht niemanden, der irgendwie im Kabinett ist oder große Verantwortung trägt.